Það að efla doktorsnám við Háskóla Íslands, það eitt af mikilvægasta sem við höfum gert á undanförnum árum. Og það kemur með stefnu Háskóla Íslands 2006 til 2011 að leggja áherslu á doktorsnámið og þetta var bylting. Á þeim tíma þá fjölguðum við doktorsnemum, við buðum fleiri bæði íslenskum og erlendum nemendum að gera doktorsnemar við háskólann. Doktorsnemar, þeir hafa það tækifæri að þeir geta tekið eitt verkefni, þá get ég farið eins djúpt og ég mögulega myndi vilja fara ofan í efnið og ég get sett mig alla í þetta eina efni og þar af leiðandi koma oft skemmtilegri lausnir, öðruvísi lausnir út úr verkefnunum. Doktorsnemar leggja margt af mörkum innan veggja háskólana. Doktorsnemar skapa nýja þekkingu, halda einum eldri á tánum, gera þá virkari í leit að nýjum lausnum, nýjum rannsóknum, nýjum forsendum. Og þar sem doktorsnámið okkar í rauninni í eðli sínu bæði staðbundið og alþjóðlegt, að þá hafa okkar ágætu doktorsnemar lagt til þekkingu, skapa þekkingu sem mjög mikilvæg bæði á okkar ágæta Íslandi sem og alþjóðlega. Þessi tími var mjög skemmtilegur, en hann var á mörgu leyti mjög skrítinn líka. Geta komið upp alls konar áskoranir í tengslu við verkefnum hans og í tengslu við rannsóknina sem maður að vinna, hvort hlutirnir oft gangi ekki upp og svo framvegis, en þá það líka oft maður sjálfur að vefjast fyrir verkefninu og maður þarf svolítið að þekkja sjálfa sig og læra inn á sín takmörk til þess að maður hafi þolinmæði fyrir vísindunum þegar hlutirnir síðan gangi ekki upp. Kórónuveirufaraldurinn hefur náttúrulega haft mikil áhrif á samfélagið og haft áhrif á störf okkar og það eru ýmsar breytingar sem hafa fylgt í. Þegar til að mynda kom að lokun háskólans, þá voru doktorsnemar áfram hér að störfum í mars síðastliðnum og þeir hafa haldið áfram sínum dampi. Og varðandi doktorsvarnirnar, þá höfum við haldið áfram. Við höfum verið með samkomutakmarkanir, við höfum verið með andmælendur í fjarfundabúnaði og við höfum þróað þetta áfram á þessum tíma. Svo að ég myndi segja svona heilt á litið, þegar við erum að brautskrá 70 nýdoktora á þessu ári, þá það bara frábær árangur miðað við aðstæður. Háskóli Íslands skiptir miklu máli fyrir samfélagið. Í öflugu samfélagi fær fólk að sýna hvað í því býr. Í öflugu samfélagi getur fólk sagt við sig sjálft og aðra, ég ætla að gera mitt besta. Ég ætla að gera það sem mér finnst gaman. Ég ætla að verða gagni í samfélaginu. Og þá menntun það sem skiptir öllu máli. Doktorarnir þeir fá störf í það, sumir fá til að mynda störfið í ýmsum fyrirtækjum eða stofnunum, aðrir staldra hér við og fá störf við Háskóla Íslands og sumir fá til lengri tíma. Í dag þá ég að vinna hérna sem verkefnastjóri hjá Matís og ég var svo heppin að ég fékk að byrja aðeins að dýfa tánum ofan í þann poll að meðan ég var að klára verkefnið mitt. Og ég mjög heppin hvað það varðar að hér innanhús get ég í rauninni stjórnað mörguleyti við hvað ég að fást af því að ég sjálf sækjum styrki fyrir verkefnum og safna saman í hópa innan verkefna og svoleiðis. Og svo meðfram ég líka í hlutastarfi upp í háskóla sem aðjúnkt, þannig að ég fæ líka að kenna nemendum og taka þátt í rannsóknarverkefnum þar þannig ég fæ í rauninni svona best of both worlds. Við erum að efla hér þekkingarsamfélag og við viljum að áhrifin séu sem víðtækust. Sumir okkar doktorar náttúrulega fara líka til útlanda og vinna þar, þá eru þeir ambassadorar fyrir okkur og við leggjum mikið upp úr því að þau séu stolt af sínum skóla. Það var mikill kjarkur sem þið sýnduð á sínum tíma þegar þið ákváðu að sækja að verða doktorsnemar í Háskóla Íslands. Það var mikil viðurkenning sem ykkur hlotnaðist þegar að ykkur var boðið að verða doktorsnemar þegar umsókn ykkar doktorsnám var samþykkt. Og það var mikil þrautseigja sem þið sýnduð með því að klára doktorsnámið. Það svona óska ykkur hjartanlega til hamingju. Ég hef þau skilaboð til þeirra sem eru að ljúka námi, gangi ykkur vel á lokasprettinum og til þeirra sem hafa lokið sínu doktorsnámi núna. Hjartanlega til hamingju. Ég veit að þetta var erfitt, þetta á að vera erfitt, annars var það ekki þess virði. Kæri nýdoktor, ég óska þér innilega til hamingju með doktorsprófið. Þetta mjög stórt skref á þínum ferli og við erum mjög stolt af þér og ég óska þér góðs gengis í framtíðinni. Kæra það.